Það er eitt sem ég klikka á að nefna hérna áðan að það eru sett hérna tvö heiti. Það er katla.rhi.hi.is og Hekla. Katla er sett ef þið eruð inn á HÍ-netinu og jafnvel ef þið eru með netið hjá HÍ, sem ég líka hvort að segja það þeng, en þá þurfum við að nota Kötlu. Ef þið eruð utan, bara heima hjá okkur eða einhvers annars staðar, þá notið þið Heklu. Þið endið á sama stað, þetta er bara eitthvað með eitthvað routing dót. Þannig að þetta ætti allt saman að virka eins og er skilgreint hér, en mæli með að þið prófið þetta, þá vitið þið bara að þeir eru komið með tenginguna, þeir eru búin að gera það sem ég var að gera og þá það sem eftir er verkefnisins er létt og löðmannlegt, en hérna leiðilegt er að gera það í einhverju tímaþröng. En þannig að það var einhver nefnandi hérna sem benti mér á það hér og þetta er komið hérna. Síðan er Slack svona svipa til Krafla. Gæti verið, þið verið bara að ræða við þau sem reka þetta hérna innanhús. Þetta er out of my hands. Eina sem ég get vísa á er þessar leiðbeiningar og síðan áfram á tækniaðstoð, en vonandi verður þetta bara ekkert mál. En já, þannig að þið getið hérna, þegar þið eru að nota Slack, bara svona fyrst við erum hérna aðeins að vinna í þessu, þá getið þið getið nota hérna fullt af einhverju emoji-dóti, búið að setja inn einhver svona sér emoji hérna, sem þið getið bætt við eitthvað svona dót. Þið getið svarað með mér, en fyndið. Og svo getið þið gert svona reactions hérna, þar sem að maður getur farið og gert svona, all the way down. Síðan getum við notað backtick sem er option backtick option stjarna á Mac. Þá getið opnað svona backtick, þið getið sést ekkert svakalega vel hérna, en þá getið skrifað eitthvað svona og svo lokaði því og þá verður það svona að kóða og síðan getið gert 3 í röð og þá verður það að mörgum línum og svo get ég farið aftur hérna og ég get ítt upp á lyklaborðinu eða ég get hægri sett hérna, gert edit message og þá get ég ítt hérna shift enter til þess að gera eitthvað. Þá ef þið eru með einhvern HTML kóða eða CSS eða JavaScript, þá get ég fengið svona formateringu á honum áður en sendið. Já, ég held að það er ekkert neitt annað. Nefnir ykkur hafði dottið eitthvað í hug. Engar hendur á lofti, þá höldum við áfram. En þess að HTML er framhald og svona bara svona nýjasta leiðin, hugsanlega með metaversinu, Zuckerberg verður eitthvað nýtt í framtíðinni, en þetta er svona nýjasta leiðin sem við erum að dreifa upplýsingum. Við erum búin að vera að dreifa upplýsingum bara frá því að mennirnir byrjuðu að geta sagt sögur. Og þetta er svona í eðlisínu eins, en í eðlisínu líka mjög ólíkt. Af því að þetta er eins og ég sagði áðan, við viljum alltaf eitthvað forma textan okkar, við viljum einhvern veginn gera eitthvað, við viljum hafa einhverja hönnun, við höfum einhverja sýn, við viljum kominni á skjáinn til annarra. Og vefurinn var í byrjun mjög svona bundinn af þessu að fólk var bara eitthvað, þetta er svo bækur en það er svona í tölvum. En vefurinn er í eðlisínu sérstaklega núna þegar við komum með þessi mismunandi tæki, svona miklu meira fluid. Það getur verið birst í alls konar samhengi. Og hann er ekki þannig að ég gefa hann út og ég get ekki breytt honum. Þannig að það er margt eins og margt ólíkt. En hypertext hugmyndin og það sem þetta byggir allt saman á er þetta að við erum með ólínulegan texta. Við erum ekki bara að lesa bók frá blaðsíðu 1 til blaðsíðu N. Við erum í raun að lesa eitthvað, ég get ítt á eitthvað, ég get hoppað eitthvað allt annað og ég get farið fram og tilbaka og þetta verður eitthvað svona maze af tengslum í upplýsingum. Og þetta, eins og margt annað, á sér langa sögu, samt ekkert svo langa, en fyrstur til þess að nefna þetta var hann Ted Nelson og það var eftir að hafa lesið grein eftir Vannevar Bush sem var hershöfðingi í seinni heimsstyrjöldinni, þar sem hann var að fabulera eftir stríðið, bara eitthvað vá, information management er bara eitt helsta málið í öllu saman. Hvað ef ég vætti eitthvað tæki þar sem ég geti bara skannað inn kalkpappísteikningarnar sem hann alltaf með eða skrifa inn einhverja nótur og ég geti ítt á eitthvað blúb og ég bara, það er allt komið upp. Ég þurfti ekki verið að fara í skjalaskápana eða eitthvað. Og
þessi grein þá var svo birt í The Atlantic og The Atlantic búið að gera allar svona greinar aðgengilegar á netinu af því að gegja. Þannig að ef við verðum að bera þetta saman við eitthvað þá var þetta svona bækurnar á Sævar sinna veldi þetta ævintýri þar sem ég fer fram og tilbaka í bókinni en samt ekki. Svo var í Mother of All Demos árið 1968 Douglas Engelbart sem var svona einn af bara svona snillingunum hana var að demoa hluti sem voru í raun tugum ára á undan sinni samtíð, fjarfundabúnað sem svipar bara til Zoom, Hypertext, Músina, fleira, Git, forvera, Collaborative Editor Environment sem bara eitthvað sem mann dreymir ennþá í dag að geta gert. En þar var þessi Hypertext pæling og það er mjög áhugavert að horfa á þetta demo hans þarna þar sem bara þetta var tekið upp líka 1968 og hann var með, þetta er bara svona hversu líkt þetta en ólíkt, þetta alveg svona mind-blowing. En eins og William Gibson sagði, the future is already here, it's just not very evenly distributed. Þannig að hvað að gerast í dag sem verður sjálfsagt mál eftir 40 ár. En síðan erum við með hennar texta og við erum með tölvur og við erum búin að skrifa textan okkar en við viljum líka ljá einhverjum auka upplýsingum. Við viljum einhvern veginn búa til svona metadata, lýsigögn textan. Þetta á að verða stór feitletra, þetta á að vera hypertext linkur, þetta á að vera einhvern veginn öðruvísi. Þannig að við þurfum einhvern veginn að geta verið með eitthvað mál fyrir ofan málið, bara ensku, íslensku eða hvað sem maður skrifi, þess að skrifa þessar lýsingar. Og þá erum við með þessi markup language. Og þá erum við með þessa setningafræði, þessa semantík og syntax. þar sem við erum í raun með einhverja ákveðna reglur sem við fylgjum, þá getum við í raun komið þessu frá okkur. Og þá þurfum við einhvern veginn að halda utan um þessa lýsingu og síðan textan og efnið sjálft. Og þá er þetta mismunandi tegundir, þannig að við erum með eitthvað svona lightweight markup eins og þetta markdown sem ég er að nota hérna og við sáum aðeins hérna, þar sem er í raun bara búið að staðla það. Þannig að það voru margir sem settu svona októþorp fyrir framan til að tilgreina að þetta sé fyrsta fyrirsögnin og tvær, þetta sé önnur fyrirsögnin. Og svo svona 3 línur til að skilgreina línur og stjörnur til að tilgreina upp svona bulleted lista. Og þetta var bara staðlað og er til núna sem markdown-staðalinn og svo til svona superset af staðalinn sem heitir common mark, þar sem er bara skilgreind leiðir til að búa til töflur, búa til fordunarkóða inni og alls konar dæmi. Síðan erum við með svona presentational markup language sem eru þá yfirleitt einhverju svona visivig eða what you see is what you get reitlar, þar sem þessar markup upplýsingar eru faldar. Þetta til dæmis ef við notum Word eða Google Docs, þá er einhvern veginn verið að kóða þetta og þið hefur bara aðgangi gegnum það í gegnum einhverja skipanir í GUI forritinu sem þið eru að nota. Og þetta, það að hafa ekki aðgang að í raun þessu og geta breytt lýsi málinu veldur því til dæmis að maður ofta slást við Word, bara nei, ég vil hafa þessa mynd hér, og þá er bara einhver algoritmi sem segir nei, hún á að vera í næstu línu, og við getum ekkert gert í því nema bara reynt aftur og aftur og aftur. Síðan getum við farið í svona procedural markup, þar sem við erum í raun bara með eitthvað texta og svo inn á milli fáum við bara eitthvað næsti texti á að vera feitletraður, þangað til þú sér þetta tákn, og þá bara eitthvað svona og þá er það bara lesið línu fyrir línu. Og þetta til dæmis eins og LaTeX eða það sem forveri LaTeX PostScript sem er ennþá notað í öllum prenturum í dag, það sem er bara svona skilgreint svona á þetta að vera. Og síðan fáum við það sem markup languages og HTML sem eru descriptive, þar sem að þú ert með eitthvað tungumál eða eitthvað markup-mál og þú skrifar það og það í raun ljáir textan einhverjum merkingafræði sem síðan er túlkuð óháð því hvernig það er merkingafræði sem verður til og túlkunin á því er ólík til dæmis í Vafra eða þegar ég lesa það með augunum eða einhver önnur tæki koma og skoða. Þannig að ég get sagt með CSS get ég lesið þessa merkingu þannig að hún á að birtast sem tveggja-dálka vefur með bláum lit og rauðum lit og eitthvað svona. En ef ég lesi þetta í gegnum eitthvað svona tæki eins og reader view í Vafranum, þá get ég ítt hérna á eitthvað reader view eða ég get notað pocket hérna sem er eitthvað ákveðið, þá er það að lesa og sér, heyrðu, hér er fyrirsögn, hún á að vera stærri í þessari birtingu, í þessu forriti.
þar sem að merkingin í raun falin í markup language-inu. Þannig að hérna þessi birtingu Markdown. Hérna sem sagt það sem að Tim Berners-Lee skrifaði þetta upprunalega í Next 12 sem að var hjá CERN, sem hann eðlisfræðingur að mennt, en hérna þetta var sem sagt, hann var eðlisfræðingur, hann byrjaði að vinna hjá CERN fyrir 30 árum og 10 dögum eða svo. Þá gaf hann út þetta sem var fyrsti vefþjónninn og fyrsti vafrinn sem hann skrifaði, því að hann var alltaf að fara milli deilda og segja eitthvað, hei, ég var að skrifa skýrslu hérna, hér hún útprentuð, komdu svo með henni tilbaka, þú ert búin að, í staðinn þá reyndin að búa til eitthvað svona information management system, af því eins og allir, svona að eftir lata-forritarunum, þá forvitni-forritarinn besti forritarinn, af því að hann vildi svona eitthvað, ég hlýt að geta leyst þetta, og hann fór að gera þetta, og fyrsta vefsíðan varð aðgengileg 23. ágúst, já, það meira að segja fyrir 30 árum í dag. Og hún ennþá aðgengileg á sömu slóð og sama máta í sama HTML-inu og hann skrifaði þetta fyrir 30 pluss árum síðan. Þannig að hérna bara þetta sem var hugmyndin hérna, að nota hypermedia til þess að gera þetta. Og síðan hélt þetta áfram og fólk fór bara, hei, þetta er góð hugmynd, hei, við ætlum kannski að nota þetta og hei, ef við tengjum saman fleiri en eina tölvu, vá, þetta er geggjað, ég get verið í háskólanum hérna í Sviss og ég get talað við háskólanum í Bandaríkjunum og ég þarf ekki að nota e-mail eða eitthvað, ég get bara að gefa þetta út. Og svo var þetta svona opin þróun sem er svona mikið í svona þessum open source ethos sem var að vera til þarna og það var bara sett upp einhver póstlistaþjónn og fólk gæti bara senda inn hérna, hei, ég heiti Mark Andersson, halló, mér langar að setja myndir á vefinn. Þannig að hann sendi þetta þarna inn og það var útfært. Mark Andersson fór áfram og er núna með Andersson Horowitz sem er eitt stærsti VC-fund í Bandaríkjunum í dag, þannig að hann er ennþá viðloðinn þetta. Og þetta element, þetta IMG-elementið, er eins í dag. Út af einhverju einn maður, fekk einhverju hugmynd, pizzaði henni og hún var sett inn. Síðan fjölgaði vöfrunum, við hættum að vera bara með svona CLI eins og fyrsti browserinn sem er line mode browser sem var bara línu fyrir línu, birti HTML, Lynx sem var líka ennþá til í dag og bara birti bara texta. Við fengum Mosaic sem var fyrsti svona GUI vafrinn, síðan fengum við Netscape Navigator og vefsíðunum fjölgaði og þá var þetta orðið svona, þá voru margir að gera sitt. Margir vafrar voru bara competitive edge þegar það var að búa til nýja virkni í HTML, þannig að Netscape var bara hei, nú get ég búið til töflur og allir bara og hvað hinni var að gera? Já, þeir geta líka birt töflur en við erum fyrstir og þess vegna viltum nota okkur og eitthvað svona og þá fór komið og segja, þetta gengur ekki, það gengur ekki að einhver fyrirtæki sem eru með peninga og eitthvað svona kapitalísk sjónarmið séu að keyra þetta áfram. Heldur, við þurfum að gera þetta þannig að allir sitji svona við sama borð og það þurfti að skilgreina bara hvernig HTML á að virka, bara skilgreina þetta vel og vandlega. Það voru nokkrar tilraunir til þessa, gegnum mismunandi leiðir, þannig að hérna er hérna skilgreint hjá IETF, Internet Engineering Task Force, fyrsti staðlaði stöðlunin á HTML, þannig að út frá þessu skjali ætti ég að geta komið og byrja að skrifa minn vafra og þarna eru reglurnar það hvernig vafri á að birta HTML síður. Síðan hélt þetta áfram, en síðan stofnaði Tim Berners-Lee W3C, World Wide Web Consortium. Þá var hann búinn að hættur að brasa í eðlisfræðinni og fann að brasa bara í tölvunarfræðinni, kom til MIT, fekk stuðning frá Evrópusambandinu og auðvitað frá bandaríska varnarmálaráðuneytinu í gegnum DARPA til þess að koma þessu laginnar. Og W3C eru í dag óháð samtök sem stuðla að framþróun vefsins og þau staðla HTML og CSS, en það er síðan annað batteri sem staðlar JavaScript. Það er út af pólitík, en það er þannig. Og þetta er sem sagt stöðlun og bara búa til staðlana og gefa sér út staðla. Og þetta er langt og strangt ferli. En á bakvið þetta allt er þessi hugsun, þessi ethos að upplýsingar eiga að vera frjálsar.
að þú átt að reyna að geta komist á vefinn og nota vefinn hvar sem og þetta nú orðið 20 ára gamalt, 10 ára gamalt, en þetta var þegar hann svona tók retrospektiv, hann Tim Berners-Lee árið 2010, að það á ekki skipta máli hver þú ert. Á ekki skipta máli, þú veist, hvort þú sért, svo lengi sem þú tengdu við internetið, þá áttu að geta að skoða vefinn. Þetta svona, já, og ástæða fyrir því að, þú veist, við hungum öll á vefnum allan daginn og erum eitthvað að brasa í þessu, þú veist, út af því að þetta svo, getur hver sem og gat hvað sem komið hann inn og gert hvað sem við vildi. Síðan alltaf bara fór út í það sem við höfum í dag. Síðan fórum við í gegnum mjög skemmtileg, tímabil sem eru kölluð vafrastríðin, þar sem að Microsoft kom inn í þetta og bjóð til Internet Explorer, gaf hann út ókeypis með stýrikerfinu sem var til þess að engin annar gæti rukka fyrir vafra þegar þú notaði það bara ókeypis vafran. Netscape Navigator ætlaði að fara að rukka fyrir, þeir voru að tapa peningum, þetta var í kringum fyrsta internet bustið árið 2001. Þeir á endanum fóru á hausinn, en ekki áður en að ragtag team af hökkurum tóku codebaseið úr Netscape Navigator og gerðu það open source í gegnum Mozilla. Við getum horft á CodeRush sem þetta, afskaplega spennandi og skemmtilegt. Svo bara var svona stöðnun, Microsoft var bara allsráðandi í þessu. Það var svona hægt og rólega kom Internet Explorer bara tók yfir 95% af öllu. En eins og oft gerist, þú veist annarkvort að vaxa eða þú veist að dala. Þannig að þeir eru sloppy, þeir fóru að dala. Þá kom inn Firefox og Mozilla, fóru aftur að komast inn í þetta. Og líka bara að fólk varður rosalega þreytt á því að þú veist, af hverju getum við ekki, þú veist, unnið meira með myndir, af hverju getum við ekki gert svona og hinsegin og eitthvað, og það var bara eitthvað, nei, til hvers, við erum eini vafrinn, það er ekkert, við græðum ekkert á því að bæta við nýrri virkni núna. Þannig að þetta var mjög mikil og hæg framgangur, þangað til að Safari kom út og Firefox árið 2004, síðan kom iPhone út árið 2007 og iPhone 1, engin upp, bara Safari og tölvupóstur og símtöl og messages. Þannig að allt sem við gast gert, þú veist, var bara að brása vefinn. Þannig að þá fór fólk bara eitthvað, wow, hvað getum við gert hérna? Og allir, áður en það urðu upp, þá voru bara vefir þess að fólk var eitthvað að reyna að láta þetta virka áður en síðan það breyttist. Síðan kom Chrome út frá Google árið 2008. Þá komst Chrome að því, við sem stærsta auglýsingafyrirtæki í heimi, við græðum svolítið að því að vita hvað fólk er að gera alltaf á vefnum með því að láta það nota alltaf vafran okkar. Og það gekk svona glimrandi að Chrome er mest notaðasti vafrinn í dag og svona aftur svona Internet Explorer bara svona tók dífu. Seinasta útgáfan var hægt að styðja hana núna í desember, bara í fyrra, E11. Og núna Edge sem vafrinn sem á öllum Windows-vélum að nota sömu browser-vélina og Chrome sem heitir Blink og open source. Þannig að ef þið notið Brave eða hann sem að búa til hann Testner út í Vesturbæ, Vivaldi, eða ef þið notið Opera eða ef þið notið Chrome, þá þetta allt saman sami vafrinn. Hann bara með mismunandi viðmóti. Þannig að við erum með það, svo erum við með Safari og við erum með Firefox. Þannig að við erum bara með þessar 3 renderingvélar. Og það mjög hættulegt að því leyti að svona monokúltúr, svona samansöfnun í einni vöru gerir það verkum að svo sem að heldur þá vöru sem Google svona farin að sýna svona einræðistilburði og svona farin að vera svolítið svona dictatoris í það hvernig þau trýta vefinn. Það gerði til dæmis bara núna í seinustu viku að það hætti að virka. Ef ég fer og ég geri fyrsta sem ég að læra ég segi halló og ég fæ upp svona alert glugga sem ég segi halló og Chrome var bara eitthvað, þetta er hræðilegt. Þetta er hræðilegt fyrir, þú veist, það eru security concerns að því ef þið hafa lent í að fá svona pop-up sem þið getið ekki lokað á einhverjum svona skuggalegum síðum, þá var það að abúsa þetta. Þetta er slæmt fyrir performance og svona. Þannig að við ætlum bara að fjarlægja þetta. Þetta er bara, við tökum þetta út núna, þetta verður farið úr vafranum okkar eftir 6 mánuði. Bara eitthvað, prepare, please. Og fólk lenti í þessu og það bara brotnuðu tugþúsundir af forritum. Það var bara
við sögðum ykkur þetta, þá var þetta bara svona eins og í Hitchhiker's Guide, það var hérna hún í kjallara bak við tígrisdýrin og hún í hólunni. Já, en á JavaScript sé brotið það sé ástæðan, en þetta er að samaskapi fyrsta loforð vefsins er að hann á ekki að brotna. Þannig ég ætla aðeins að fara hérna yfir SGML er það sem HTML byggir á, en þetta er það sem að koma út þarna í kringum 93 og var síðan svona nútíma HTML var skilgreint þarna 97 í fyrsta útgáfunni af staðlum sem kom frá W3C sem var HTML4. Þar er skilgreint þessi byggingarblokk fyrir vefinn sem eru þessi element sem er einstakur hluti af vefsíðunni og það býr til tré og tré er svona gagnastruktúr sem að yfirleitt horfum við á það öfugt, ekki þessu tré sem vex upp, heldur eitthvað sem byrjar efst og fer niður og það inniheldur önnur element eða textanóður. Og hvert af þessum elementum hefur eitthvað merkingafræðilegt gildi. Þannig að við erum með P-elementið sem inniheldur í þessu tilfelli hérna textan halló heimur og þarna erum við að enkóða þær upplýsingar, við erum að segja það merkingafræðilega að þessi texti þarna er málsgrein, hún er þarna. Svo hvernig við birtum hana, það er síðan bara, það er tækið sem birtir það. Þarna erum við bara að hugsa hvernig kóðum við þessar upplýsingar merkingafræðilega, hvernig komum við frá því sem við erum að hugsa yfir í HTML-ið. Þannig hérna er dæmi eitthvað, þar sem við erum með eitthvað article og article er með einhver section og hvert section er með einhverja fyrirsögn og það er með einhver texta og hérna er eitthvað sem er búið að highlighta eða búið að merkja sem eitthvað mikilvægt með strong emphasis og þetta túlkast yfir í eitthvað tré hérna þar sem við erum með þessa article rótarnóðu sem á sér aðra nóðu sem á sér síðan enn aðra nóðu eða nóða er í tré er einn hnútur ef við horfum á þetta í netafræðinni eða element, þannig að við erum að búa til þetta og síðan í endan höfum við þessi texta brot. Þannig að við erum bara að búa til tré þar sem á endanum öll laufin í tréun okkar eru texti. Síðan hvernig, hvað kemur þar, hvað er konteksti í kring hvern texta er það sem býr til vefinn. Síðan eru elementin eiga sér byrjunartag eða tag og endatag yfirleitt. Og á þetta byrjunartag getum við skilgreint attribute sem að leyfa okkur að ljá elementinu meiri upplýsingar. Við þurfum ekki alltaf að loka því, þannig að þið munum sjá svona og þá er þetta svona self-closing tag, en þetta þurfum við ekki að hafa í huga. En eins og ég sagði á þarna áðan, það er munur á element og tag, þannig að þegar ég tala um element þá er það element sem getur innihaldið eitthvað annað. Þegar þið segir tag við mig þá hugsa ég bara byrjunar eða endatag sem er svona ein eining. Innifylgur ekki í sér þessar trépælingar sem eru í HTML. En attributin eru sett sem svona name value eða nafngildispar á byrjunartagið. Þannig að við erum með hérna class sem að leyfir okkur að ljá þessu upplýsingar sem tengjast í hvernig við getum nota CSS til þess að vinna við þetta. Þannig að ég er að segja, hér er fyrirsögn, málsgrein og það sem er innan hennar er mikilvægt að einhverju leyti. Hugsanlega myndi ég vilja setja einhvern sér bakgrunnslita og draga þetta fram einhvern veginn í birtingunni, en þarna, það skiptir ekki öllu máli, þetta er samt í grunninn bara einhver málsgrein. Þannig við setjum þetta svona hérna og hérna fáum við svona, þetta er þessi syntax sem við erum að nota, þessi málfræði HTML. Og við þurfum ekki að umlíkja þetta með gæsalöpum, en við ættum að gera það. Og svo hérna sjáum við svona boolean gildi, þar sem þetta er annarkvort selected eða ekki. Þetta er við erum einhvern lista, við erum eitthvað item í honum sem er selected, þá getum við sett þetta boolean attribute á. Þá þurfum við ekki að skilgreina í raun gildið. Þannig að heiti í lágstöfum, sama sem merkivættur hérna, gæsalapur opnast, gildi og gæsalapur lokast. Þannig að svona, ekki einhvern veginn svona. Þannig að förum aðeins betri við það í næstu viku, hvernig temjum okkur að skrifa hreinan og góðan kóða. En síðan er þetta HTML, hypertext, þá þurfum við að geta sett hyperlink og það er þetta grunnelement sem er A-elementið sem stendur fyrir anchor sem hefur href eða HTTP reference eða ref attribute sem segir til hvert það á að fara. Þannig að
með því að nota það, href, eitthvað url, einhver texti, þá get ég tengt saman og búið til sem sagt, vef af efni og upplýsingum. Síðan höfum við þessa merkingafræði, þar sem við erum í raun að tjá merkingu en ekki framsetningu í HTML-inu okkar. Við erum ekki að segja gerðu þennan texta stóran, gerðu þennan texta fjólubláan, við erum að segja gerðu þennan texta hérna, hann er fyrirsögn. Birtingin og fyrirsögninni er síðan bara, það er annað, það er birtingin. Þetta er merkingin. Og við sem sagt, stýrum birtingunni með CSS en merkingunni með HTML. Áður fyrr voru mörg element sem skilgreindu ekki merkingu, heldur bara hvernig hlutinir átt að birtast, þess að nú átt þú að stækka leturgerðina, nú átt þú að breyta stærðina á leturgerðinu, nú átt þú að miðja eitthvað með því að nota center elementið. En það er búið að deprecata þess að taka úr staðlinum öll þessi element, en þau eru ennþá stutt í dag. Þannig að ég vil sjá eitthvað sem er feitletrað í nýrri línu, sem er svona, þetta er birtingin í rauninni í þessu hérna konteksti sem ég er að nota sem er þessi glærusjó, en hérna er við bara að segja eitthvað að B sem er gamalt element sem að, birtist yfirleitt feitletraðan texta, B gerir nýja línu, en þarna er samt merkingin sem ég er að reyna að setja fram er að ég er með einhverja fyrirsögn og ég er með einhverja texta sem er málsgrein, þannig að merkingafræðilega er þetta rétt, og meðan þetta er ég að hugsa, ég vill að þetta birtist svona, feitletrað ný lína. Þetta er ég að hugsa fyrirsögn og síðan birting og þá fæ ég í raun hérna að því að fyrirsögnin H2, hún er birt í þessu glærusjói mínu svona, þannig að hérna fæ ég sömu birtingu á þessu og síðan bara eins textan. En merkingin gerir raun okkur það kleift að við erum í raun að hugsa, hvað erum við að koma frá okkur, ekki hvernig lítur út, hvað er þetta, hvaða merking er hérna bakvið. Og þegar við erum búin að því og erum búin að hugsa það vel, þá getum við notað CSS síðan til þess að breyta útlitinu og þá getum við notað, ef við notum þessa stöðluðu og þessa merkingafræði sem er byggð inn í elementin, að þá get ég verið að nota eitthvað element, þið sjáið það og notið það og við getum alltaf að fara í einhvern staðal og þetta er merkingin sem þetta ber. Þannig að við erum ekki bara eitthvað að fabulera eitthvað og segja bara ég er bara að þessi svona eitthvað. Við erum, það er eitthvað þarna bakvið. Og það einfaldar viðhald að vera ekki að blanda saman birtingunni þannig inni, af því að ef við varum alltaf að segja hérna, ég veit að þessi hérna sé feitletru hér og hún sé feitletru hér og þá þarf ég alltaf að skrifa eitthvað fullt af einhverjum auka elementum og svo vil ég breyta því og þá þarf ég að fara inn í HTML-ið og breyta því í staðan fyrir að nota CSS-ið sem er í raun hannað til þess að breyta útlitinu og þá er ég að auðvelda viðhaldið og minnka kostnaðinn við að gera breytingar. Og síðan þegar við skoðum síðan aðgengi í næstu viku að þá erum við með það að ég vilji að þetta birtist svona í þessari leturgerð með þessum lit en síðan er einhver blindur einstaklingur eða sjóndapur einstaklingur að skoða vefinn eða hlusta á vefinn að þá skiptir það engu máli og þá er merkingin dregin út úr elementunum á þessum sameiginlega grunni sem við byggjum þetta á til þess að segja hér er fyrirsögn og ég get þá verið með eitthvað tæki þar sem ég get hoppað yfir í næstu fyrirsögn eða ég get hoppað í næsta staki í listanum eða eitthvað svoleiðis og ég get notið vefsins og nýtt hann alveg óháð því hvernig hann lítur út. Þetta sem ég nefndi áðan og síðan er í raun, það er framþróun og hún er núna aftur að taka svolítið við sig HTML. Það er að koma nýjar einingar fyrir hluti sem eru mjög skrítið að síður en hafa ekki komið og þá geta vafrarnir í raun, ef við notum þetta núna samkvæmt stöðlunum, vafrarnir byrja að styðja það, þá allt í einu verður þetta betra í framtíðinni. Þannig að við getum nýtt merkingafræði sem að mun í raun munum fá borgað í framtíðinni að því leyti að hún mun vera komin til svona fruition í birtingarlæginu og þá getum við sjöum dæmum það í næstu viku. Og svo er það bara, þetta er snyrtilegra og þetta er faglegra. Það er líka á eftir lata forritarunum og forritarforritarunum er faglegi forritarun, þannig númer 3. Þannig að svona var þetta bara gert. Ef ég vildi nota einhver ákveðna leturgerð þá gerði ég það svona. En það þýddi það líka að ég vildi segja næstur neðan og það verið með eitthvað 10 punkta og ég vildi vera með ekki rauðum að þá var ég í raun með gommu af svona skilgreiningum sem að útlitspælingarnar og merkingin var
saman í graut. En út af því, eins og ég sagði að vafrinn, eitt af aðal loforðum vefsins að hann á ekki að brotna, að þá get ég birt þetta og þetta birtist ennþá í dag þó ég noti þetta út af því að vafrarnir eru backwards compatible svona, sem við myndum kannski segja to a fault, að það allt sem hefur einhvern tímann virkað og verið gefið út, það mun alltaf áfram að virka. Þannig að það ekki þannig að það sé ný útgáfa af einhverju vafra og allt í einu hætti forritið þetta að virka og þú ert bara í vondum málum. Af því að það það sem við getum gert ef þú deprecatar svona hluti með stuttum fyrirvara eða bak við eitthvað svona, já, þetta bara verður að fara. Þannig að þetta svona, það er farið nánar í þessa pælingu svolítið í hérna Resilient Webdesign bókinni, það sem svona fært enn frekari rök fyrir þessu öllu saman. Já, þannig að þið getur séð til dæmis að þið farið að googla eitthvað og þið sjáu center eða font eða align eða background eða bg color, þá þetta eitthvað sem þið ættuð að forðast, af því að þetta allt snýst að útlitinu og við förum við það eftir 2 vikur þegar við byrjum að skoða CSS. Þannig að skrifum HTML þannig að beri merkingu, stýrum framsetningu með CSS og fáum þannig hreina skiptingu þannig á milli. Síðan munum við sjá svona ómerkingabæri element, en þetta þýðir samt ekki það að þó svo að ég hef fært rök fyrir þessu að við höfum alltaf að nota nákvæmlega rétta elementi og það aðeins eitt element, þetta ekkert svona svart eða hvítt eða svart. Þetta alveg svona grátt svæði sem við lifum í á vefnum og þá getum við samt sem áður alltaf gripið til þessara tveggja ómerkingabæra elementa sem eru svona catch-all þegar við vitum ekki alveg hvað við erum að nota. Og þegar við fyrir að nota CSS þá notum við þetta mikið til þess að hjálpa okkur að búa til svona hooka í HTML-inu okkar þar sem við getum sett eitthvað, já ég vil að það sé einhver mynd hérna og einhver bakgrunnslitur og eitthvað bla 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 og eitthvað, þá getum við nota þetta til þess að búa til staði þar sem við getum verið að láta það útlit vera til. Þannig að eins og með svo margt annað í lífinu þá bara gerum við okkar besta og höfum í huga að það ástæða fyrir því af hverju þetta svona. Þannig að núna búin að skoða svona hvaðan við erum að koma og munum núna skoða þennan grunn og svo í næstu viku munum við skoða bara frekar djúpt öll þessi element sem til staðar. En áður en við klárum, þá það sem við þurfum svona til að klára verkefnið að við þurfum í raun img-elementið sem við sjáum, við þurfum þennan HTML grunn og við þurfum hyperlink elementið. En það öll HTML skjöl byggja á þessum grunnelementum sem HTML, sem head, sem lýsigögn vefinn og svo body sem meginmál vefsins. Síðan erum við með auka þarna sem document type eða doc type sem skilgreining sem segir bara vafranum hvernig við birta. Þetta þá ástæðan fyrir við höfum þetta ástæðan fyrir því að vafrinn getur ennþá byrt font element eða ákveðnar getur ennþá byrt vefi frá 1995. Og það í raun skilgreinir í hvaða útgáfa HTML við erum að skrifa. Þetta útgáfa fyrir HTML 4.0.1. Þetta eitthvað sem við notum ekkert í dag. Þið getur séð í einhverjum gömlum vefum eða gömlum dæmum. En við þurfum þetta í raun bara, já, svo vafrinn getur tekið til þess að sagt bara, já, þú veist hvað þú ert að gera, þú ert að nota nútíma HTML. Og ef ekki, þá fer vafrinn að reyna að gera eitthvað svona skringilega virkni sem að emulera einhverja bugga sem voru til í gamla daga. Og við erum að nota HTML5 sem svona lifandi staðall í dag og byggir á HTML4 sem SGML ennþá eldra dóti og samhæft backwards compatible við allar aðrar gamlar útgáfur af HTML. En að auka þessa samvirkni þannig að allir vafrar geta bara byrt hlutina eins og að aðgengi að vefnum sé gott. Og þau getið skoða nánar þetta í kennslubókinni, en við fengum þetta í raun ekkert fyrir 2014, þannig að það ekki langt síðan þetta í raun lenti. Vefurinn ótrúlega ungur meðan við margt annað, þannig að það margt þarna sem ennþá bara skrítið og það bara því þetta allt svo ungt. Þannig að það sem við þurfum að nota til þess að geta staðið við þetta loforð að við sem að nota staðlana, við erum að nota nútíma HTML, að setja þetta doctype efst í öll skjölun okkar, þannig að allir HTML vefir byrja á þessu. Og þetta eina doctype sem við notum.
Síðan þurfum við að skilgreina stafasettið okkar af því að svo við lendum ekki í þessum vandræðum sem við sáum áðan og þá notum við það, skilgreinum það í head þar sem við setjum þessi lýsigögn því að þetta eru lýsigögn um það hvernig eigi að birta vefinn. Þannig við erum að segja meta, sem stutt fyrir metadata eða lýsigögn, char set UTF-8 og þá endum við með þetta minnsta HTML5 skjal sem þá í rauninni þetta doctype, HTML elementið í grunninn, stafasettið, titilinn á síðunni sem kemur hérna fram í vafarnum hérna uppi eða við bókmarka síðuna og síðan inn í body meginmálið. Þannig ef ég tek þetta núna og leiðrétti þá þetta sem ég var að brasa þarna áðan. Ég fer hérna, setja hérna halló heimur, vista þetta, ég er með þetta hérna sem UTF-8. Ég fer aftur hérna í öndina og ég fer í fændirinn hérna, fer hérna inn og ég dreg nýja skjalið mitt hérna yfir. Plúpp. Yfirskrifa. Komið, bam búm. Og nú sé ég hérna halló heimur og hérna uppi stendur halló heimur og ef ég skoða hérna með view source sem ég get hérna command option U eða hægri smelt view page source og þá get ég séð hérna nákvæmlega sama HTML sem að vafrinn er að túlka og ég setti inn hér. Þannig að þarna erum við komið með þennan grunn. Þannig að það sem þið ætla að gera þetta, þið ætla að setja inn líka hérna eitthvað img og þá þurfum við að nota hérna source attribute til þess að vísa í hvar myndin ykkar er. Það getur verið hérna foo.jpg og síðan ætla að gera aðra síðu og þið ætla að búa til hérna link yfir sem eitthvað svona HTML mig. Þá er þetta önnur síða og hún á bara heima hérna við hliðina á þessari síðu í sömu möppunni. Ég get vistað þessa, ég get búið til nýja skrá, get ég hérna vistað það sem outbound HTML. Fer sér þetta aftur hérna, ég opna þennan, þá er hérna brotin myndina þegar þetta er ekki til, en ég íta þetta, þá fer ég yfir á þessa síðu. Þannig að hann er búinn að hyperlinka saman tvær skrár. Þannig að þetta er það sem þið þurfa að gera. Þetta ætti ekki að vera fyrir utan að setja upp tólin nema bara undir klukkutíma verk. En passa samt upp á tólun getur lent einhverjum vandræðum hana en ég mæli með að þið gera þetta fyrr en seinna. Þannig að þetta er verkefnið hérna. Hérna er tiltekið nákvæmlega hvað þið eiga að gera sem er í raun að búa til þess að indexa HTML síðu, about HTML síðu. Þið ætla reyndar að geyma myndina í möppu sem heitir EMG, þannig að þið þurfa að vísa inn í möppuna. Þið ætlum að nota UTF-8 stafasetti eins og við skoða. Þið ætlum síðan að setja þetta upp undir heimasvæðinu. Þannig að einfalt og gott í byrjun. Og með því er ég búinn í bili. Einhverjar spurningar? Einhverjar spurningar á Zoom? Ekkert í chatinu, ekkert á Slack. Það er bara góður dag. Ég sendi ykkur skilaboð á Canvas það hvar stofan verður í næstu viku, vonandi verður bara komið með fasta stofu þá og sama með dæmatímana. Takk í dag.